Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Það komið að leikhúsinu. Ég fór í hérna fyrir helgi á frumsýningu á Heim, nýju verki eftir Hrafnhildi Hagalín í leikstjórn Magnúsar Geirs Þórðarssonar. Og þau eru hingað komið, Magnús Geir og Hrafnhildur. Verið velkomin. Takk kærlega. Þetta verk náttúrulega bara ramklassíst, hvað heitir þetta? Stofudrama með fjölskylduleyndarmál. Já. Fólk var að ráða leyndarmálið í lénu. Er það ekki? Jú. Já. Ég þurfti að hlusta á leiklistagagnrýnanda, útskýra fyrir mér hvert leyndarmál var ég. Er það? Og hafði hann rétt á standa? Nei, bara látt. Það skoði svo látt upp í stúku að það var að lægilegt, sko. Það er gott að heyra. Til þessi leikur sem þetta gerði, sko. En hann skrifaði reyndar þetta að væri auðleysanleg gáta. Þegar maður er búin að sjá hana, þannig er það alltaf gátur. Þegar maður er búin að heyra lausnina, þá er þetta líkut í augum uppi. En það er ekki ósakett að segja það, þetta er bara ramklassíst. Já, ég má vel að segja, ég ætlaði mér það. Ég ætlaði að skrifa svona eiginlega well-made play. Og hverfa svolítið aftur, kannski svona aftur í það sem ég gerði bara þegar ég var kottnung með ég er meistarinn, af því þá fannst mér ég þurfa að sanna það að ég kynna að skrifa handbragðið. Já, í rauninni handbragðið, og ég hef gaman af því, og svo fór ég eftir það svolítið mikið út í svona formpælingar og alls konar tilraunir og þannig að mér fannst eiginlega komið tími til þess að ég svona færi aftur í þetta og sýndi svona að ég gæti gert það líka. Mér finnst það að maður verði varfið svona handbragðið, það er svona góð innri spenna í senunum og svona, ég veit ekki hvort það sé réttu hugtöki, sko, en maður finnur fyrir því að það er svona eitthvað spenna sem að toga mann áfram og ekki bara lausnin á stóra leyndarmálinu eins og svona byggir á, þetta líka bara í samtölunum. Já, þetta er það er kúnst að skrifa í þessu formi og Og hver er hann? Hver er hún? Spyr ég eins og þetta er svo ramgert form í rauninni til þess að halda athygli áhorfandans í hvað ég var að segja 2,5-3 tíma, það má eiginlega ekki vera meira, þó að áhorfendur í Berlín geti setið hlélaust í 3 klukkutíma að þá er samt svona hið vel skrifaða verk, það er svona svolítið mikið formfast og byggist náttúrulega eins og menn vita sem að þekkja til, það byggist upp á svona einingu í stað, tíma og framvindu og það er svona það sem að einingu í stað, tíma og framvindu? Já, það er rauninni þessi hinn gullna regla Aristótelesar sem er byggist á þessu þrennu, það er að segja einn staður, tími sem er ekki lengri en 1 sólarhringur og eining í í rauninni órofin framvinda, getum við sagt. Þannig að þetta er svona þessi gullna regla. Það sem er kannski ekki klassíst, svona með að maður horfa kannski lengra tíman, að þetta er ekki í svona fyrsti, annar og þriðji hluti, heldur þetta senur og sömuleyti þar leðandi líkara bara bíómynd, heldur en svona leikriti í Já, þetta er reyndar í 4 þáttum, sko. Þannig að því að það koma senur þarna á milli. Magnús slekkur ljósin á milli og býr til svona þessa tilfinningu fyrir senum. Þú hefur kannski séð þetta fyrir þessum kafla. Nei, það eru 4 þættir og þetta er alveg í rauninni ramgert þannig að klassíska verk er í rauninni 3 eða 4 þættir og þetta eru 4 þættir en svo eru styttri senur innan þessara þátta. Þannig að það getur líka verið svoleiðis. Ég var ekki varð við, þegar þið segja þetta er mjög svona hagalega byggt út frá þessar reglum 4 þætti, en svo eru senur innan hvers þáttar og það er alveg rétt sem þú segir, sko, það er klift stundu svolítið á milli.
svolítið eins og gert í bíómyndum, þú veist, og það eru senur sem að krossa og svona. Og maður veit að leið eitthvað tími sem við sáum ekki á milli. Og við erum svolítið að leika okkur með það. Þetta gerist á einni langri nótt, en svo klippt á milli og verður svona einhver smá tími sem líður á milli, stundum nokkra sekundur, stundum einhverja tugir mínútna, en aldrei meira en það. Þannig að þetta verk er klassist í forminu, eins og reyndar að gerast út allan heim. Það er svona afturhvarf til well-made play út allt í vestrænu leikhúsi og hefur verið kannski síðustu 2 ár og það er svona ákall það svolítið eftir afbyggingu áran og undan og svona. En þannig að þetta er hefðbundið á margan hátt, en svo er þetta mjög nútímalegt á annan hátt og þetta er eitt af því sem gerir það nútímalegt fyrst mér, að það er framvindan er hröð og það er stundu klippt á milli á hátt sem við erum vön úr kvikmyndum og sjónvarpi. Já, næst komum við að maðginunum að reykja við gluggan. Já, akkurat. Og svo kemur bara næsta sena og það er ekki alltaf þannig að sé að þeir eitlappar út að þá komi annar inn, heldur stundum er tilfinningi fyrir það sé bara klippt. Akkurat. Já. En af hverju er afturhvarf í velskrifað leikrit venjulegt? Ekki formbyltingar. Formbyltingar er líklega í tímum þar sem að við stöndum frammi fyrir einhverju núna í samtímanum þar sem við áttum áður bara dugar ekki, þannig við verðum að finna hlutin upp aftur til þess að geta skilið hverju við erum í þessum aðstæðum. Ef við erum að fara frá því yfir í eitthvað, nú tökum við bara það sem að var áður til, sem er þá líklega eina leiðin til að taka á móti þessu sem við stöndum fram yfir er bara að fara í verkvarakassan og sækja eitthvað gamalt eða hvað. Ég held að þetta er náttúrulega eilíða spurningar, þetta snýst samskipti fólks og fólksins sem stendur okkur næst og fjölskyldan er þetta kjarnin, það innsta í mannlegum samskiptum. Þannig að og í gegnum árþúsundirnar hefur það verið megin uppistaðan í leikritun og öllum sögum heimsins, ef út í það er farið, er fjölskyldan og eins og þetta verk til dæmis, þó að það hverfist í kringum þessa fjölskyldu á þessari einu nóttu, þá vísar það mjög út fyrir sig. Þú veist, það vísar út í ýmislegt sem er að gerast í heiminum í dag, hvort sem það eru náttúru sjónamið og loftslagsmálin eða stríð og átök og þess áttar sko. Það er aría sem er það í verkinu? Akkurat. Það sem að kannski samviska verksins fyrir með aríu. Einmitt. En ég held eins og dæmir hérna rödd sannleikans gæti þetta heitað í leikriti? Já, akkurat. Það kemur svona þegar að sögurnar eru byrjaðar að leysast, að þá kemur einn óvænt persóna sem kannski súmmer þetta svolítið upp og sprengið út á sama tíma sko. Það verið að skrifa alls konar verk út allt og líka tilraunakent verk. Þannig að Magnús sagði að þetta væri hreyfing síðustu 2 árum í þessa áttina. Þú lýstir í þetta væri bara svona þín höfundaferð. Já, kannski er þetta eitthvað svona einhver blanda en já, vissulega, maður sér til að mynda í London þó að það sé náttúrulega svona aðeins klassískari hefðbundnari heimur þar, leikhúsheimur heldur en víða annar staðar eins og í Þýskalandi og Frakklandi það sem er kannski verið að gera meiri tilraunir Bretland og Bandaríkinu er alltaf svona sem að við lítum til það er alltaf svona aðeins hefðbundnara leikhús þar En það er auðvitað rétt sem Hrafnhildur segir, þú veist, það er núna eins og alltaf hefur verið, það er auðvitað verið að gera alls konar, við erum með alls konar ólíka höfunda og við þekkjum það hér að við erum að tala alls konar leikrit sko. Já, algjörlega, en það sem ég ávið er, þú veist, það sem megin straumurinn hefur kannski verið frekar í þessa átt frekar en hinn áttina núna síðustu 2-3 ár og kannski einhverju leita því að það hefði verið svo mikil áhersla á afbyggingu og þess áttar sem áhörendur svo farnir að lesa svo auðveldlega að þá þarf að beita öðrum meðlum sko. Veist, þannig að þetta er eins og margt annað, þetta er kannski svolítið svo pendúl sko. En Hrafnhildur, eitt er að vinna með formið og
og fara aftur til einhverja svona grundvallarþátta og leysa það vel og gera það vel. En það líka á þetta eitthvað erindi við áhorfendur, þessar persónur eitthvað erindi. Já, vonandi. Það náttúrulega bara að tala sínu máli og vonandi á það erindi við íslenska áhorfendur og mér sýnist það svona á viðtökunum. Þær mættu náttúrulega bara til mín heim og fór ekkert þessar persónur og fór að spinna þennan söguþráð. Þannig að ég vona það sannarlega að þær séu spennandi fyrir áhorfendur. Og hvort áhorfendur kannist við þar? Duglegi pabbinn, konan sem leitandi og skortir sjálfstraust, eitthvað? Já, mögulega, já. Já, ég held að það sé í þessum persónum sem að heilluðu í það minnst okkur. Ég er náttúrulega búin að lifa með þessum persónum núna, já, eiginlega frá því að Hrafnhildur byrjaði að skrifa þetta einhverju leyti, en svo eftir að við byrjum að æfa þetta í lok nóvember, þá höfum við lifað með þeim, ég og leikararnir, og okkur þykir óskaplega væntu þær og tengjum mjög sterkt við þær og ólíkan hátt, og við höfum ekki upplifað allt sem þær hafa upplifað, að þá höfum við flest upplifað margt af því, þú veist, eða einhverja hliðar af því sem þær eru að upplifa, og ég held að það er eiginlega kannski sameiginlegt að maður skilur þær að einhverju leyti og maður hefur upplifað sjálfur eða þekki til einhver sem hefur upplifað eitthvað í þá veru sko og eins og leikararnir, það eru 6 leikarar í þessu verki, frábæri leikarar sem að gæða þessa persónur lífi, að þeim þykir óskaplega væntum þær og hafa tók ástfóstri við þær á fyrstu dögum æfingaferlisins og skilji þær og hafði orðað því hvað þær væru vel skrifaðar frá höfundarins hendi sko. Og svolítið svona allar, hvað ég að segja, svona stórar persónur frekar. Svolítið svona rík tjáning í þeim. Já. Þetta er líka á á svona ykkur uppgjörstíma og ykkur slíku, þannig að það er ábyggilega ekkert leiðilegt að leika þetta. Nei, þetta er náttúrulega ögur stund hjá þeim öllum sko. Þú veist, það er lindamál, það er forsaga sem að spannar 20 ár og síðan gerist ákveðin atburður, nú tala maður eins og eitthvað véfrétt sko, það gerist einhver atburður fyrir 3 mánuðum. Ertu hræddur að segja hvað gerist í leikritinu og mæti fólk ekki? Ég er svolítið vandrað með þetta því að við erum stundum að tala um leikrit. Nei, ég er ekki... Fer fólk ekki á Hamleta því að vita allir degi eða? Jú, ég held það nú. Nei, ég er aðalega að hugsa bara að skemmi ekki upplifuna. Mér sýnist nú að fólk sé að mæta og vona að fólk mæti, en ég er aðalega að því þetta verk er nefnilega svolítið óvenjulegt að því leyti að það er rosalega spenn í því, svo þú nefndir áðan. Svona inn í senunum. Já, inn í senunum og í framvindunni. Ekki bara þetta sé að vita, hvert er leyndamálið, það er ekki bara það sem dregur það áfram. Nei, og það er spenna að vita, fá botn í sögurnar allar, og svo er textin skrifað þannig að það er ekki allt skrifað út, það er mjög mikið skilið eftir fyrir áhorfendur að lesa í aðstæður og þess að þar, og þannig að stór hlut af upplifun er að mæta og þurfa að lesa í hvað er að gerast og hverjar eru sögurnar og hvernig fer þetta, og það er kannski ástæðan fyrir að ég segja að það sé ekki rétt að gefa ómikið upp fyrir væntanlega áhorfendur fyrirfram sko. Nei, það er líklega rétt sko, það borgar sér ekki að segja hvert svona leyndamálið er. Nei. Þetta svona stærra, það séu að minni sögur og uppgjör sem er í gangi út allt, það er ekki bara eitthvað eitt stórt leyndamál. Nei, og það er líka eins og nútíminn er sko, þú veist, líf okkar er aldrei einhverja ein saga eða bara einn rauður þráður, þetta eru margar sögur og alls konar átök sem er í gangi sko, og hjá þessu fólki öllu af ólíkum ástæðum þó er komið að ögur stundu þetta kvöld þar sem við kíkjum inn á heimilið og það er nú sennilega ástæðan fyrir að höfundurinn ákveður að við kíkjum inn í kvöld en ekki í gærkvöldi sko, af því það er eitthvað annað sem er að gerast í kvöld en öll hinn kvöldin og mikið uppsafnað, þannig að það er mikið ólgandi undir niðri sko og þetta eru stóra persónur af því að það er búið yfir miklum harmi sko. Þetta er sett upp í kassanum, er þetta ekki fleiri sæti heldur en það vannan í kassanum?
Jú, við ákvað kassin Ég veist að þetta leikurstjórinn setur þetta tróða allavega 3 auka sætaröðum Já, það vill til að leikurstjórinn og leikstjórinn voru rosalega sammála þessu tilviki og hérna Ég sá andir á erfiðleikum með að þola þennan fjölda Já, það nú bara svona stemning já. Sko. Nei, en í þessu verki þetta listrann ákvörðum fyrst og fremst að þá fannst okkur svo mikilvægt að ná mikilvægt nálað við áhorfendur og leikarinn að leika alveg upp við áhorfendur og þetta mikið samskipti og það sé fólk allstaðar og þá fannst okkur að styrkja verki að vera með áhorfendur svona á 2 vegu og það verður svona intensífur fókus og maður leyfir sér að sletta þegar að maður finnur að áhorfendur allir saman í því að upplifa þetta verk og lesa í aðstæðurnar og hlusta og það var nú ástæðan fyrir að við byggðum þetta á þennan hátt núna en það verður ekki þannig í næsta verki þetta er ekki komið til að vera Annað svipaverk sem er á Hringsviði í Borgarleikhúsinu Köttur og heitu Blikkþaki það sem er svipað og það sem að einmitt leikarinn koma labbandi neðan úr áhorfenda Já, nú erum við ekki búin að sjá það Við ættum að vera það Já, það stendur til Ég hugsaði einmitt þegar ég var að horfa á það ég meina, já, þetta er eiginlega leikrið sem að svona í planinu hefur örugglega mátt fara upp á stóra svið en hefur ákveðið að vera á litlu svið og vera í hring og vera að ná þessari nálað sem að stóra sviði næri ekki alltaf Akkurat, já, þetta er náttúrulega ólíkar aðferðir og það hentar ólíkum verkum og ólíkum uppsetningum og hefur þetta í gegnum tíðina þá hefur verið leiki á alla mögulega vegu og fjölmargar sýningar þú veist, litla sviður þetta í Borgarleikhúsinu hannaði hring þannig að það er mjög oft sem að áhorfendur hafa setið í hring og verið mjög nálagt eða á 2 vegu eða Já, en oftar eiginlega á 2 vegu svona við þegar ég ekki svo oft sem að sé hringin það var langt sen að ég hef séð þetta sko Já, akkurat og það virkaði mjög að því þetta það er líka svona stofudrama og þá er þetta nálað sem er En það er líka þetta verk gæti alveg lent upp á stóra sviðið, ekki? Heim Já. Við sjáum nú til með það það er Nei, ég segi að þú skrifað það var ekki skrifað fyrir lítið svið Ég hugsa samt verkin mín meira fyrir lítil svið mér finnst þau bara meira spennandi heldur en stór svið út á nálaði við áhorfendur og það var alveg hugsað frá mér alveg frá byrjun að í rauninni áhorfendur væru á einhvern nátt inn í húsinu og það er ákveðin sögn þar að þetta er eins og kannski svona miniatúra af Íslandi þannig að allir eru rammaðir inn í þetta hús og uppgangarnir inn í herbergin framhjá áhorfendum þannig að þetta er svona pínlítið eins og litla Ísland í rauninni Þú sérðu áhorfendunar hinum einn Já, það sem við erum öll einhvern veginn inni lokuð og allir og nýjöllum og allir vita allt um alla og maður gerir það, maður er svona rennir aðeins yfir áhorfendur Já, akkurat og þetta er og nágranninn í næsta húsi er svo nálægur og við blöndust öll einhvern veginn saman og þannig að þetta var alveg útgangspunktur hjá mér hérna alveg frá byrjun og við áttum samtal þetta strax leikstjórinn og leikmyndaönnurinn Filippía Elísdóttir þannig að þetta það þróaðist svona hérna. En það hefði að sjálfsögðu verið hægt að setja upp á stóru sviði og þetta eru stóra tilfinningar og svoleiðis en við vorum sammálaði að þetta væri með spennandi leiðin fyrir okkur til að setja þetta verku upp og það gefur mjög mikið inn í þetta verk og þessa sýningu að áhorfendur séu svona nálægt og með í þessari upplifun allri en þá eflaust eftir að setja upp oftar og víðar og þá gæti það vel verið að það væri á stóru sviði sko. Það myndi ræta þangað. En varandi í litlu sviðin og stóru sviðin að mér finnst svona því að ég verið að fara í leikhús þetta ferið, ég hef tekið þetta í skorpum með mæfina stundum fyrir ég og lítið og svo við til að sniður að fara bara á allt eða ekkert að því að maður hittir aldrei á réttu sýningarnar eða maður ætlar bara að pikka út sko. Og mér finnst sko sterkustu sýningarnar eiginlega allar á litlu sviðunum. Já. Og kannski, ég veit ekki af hverju það stundum finnst mér eins og svona dramatísk verk bara drífi ekki alveg út í salin og stóra sviðið náttúrulega, menn eru komið með mikrofóna og þar eru söngleikir og svona stórar sýningar og blastsýningar og það er eiginlega sjaldan sem að sér orðið svona sterka nálaðar sýningu á stóru sviði sko. Nei. Eins og í Jermu sem er hjá ykkur þá er þetta ídaðni sko hérna svolítið nálagt áhorfendum.
þannig að stórt svið erfitt sko. Já, og hvert svið þetta ólíkt öðru og stóra sviðið Þjóðleikhúsinu reyndar býr yfir óvenju mikilli nálægð við áhorfendur með við stór svið, bara það arkitekturinn þannig og það svona einn af kostunum þar og við setjum auðvitað upp alls konar sýningar þar og sumar eru risa, svona grand stóra sýningar sem að keyrt á með miklu sjói sko, en svo alveg niðri verk sem eru meira intím eins og Vertu Úlfur og Mayenburg 3-leikurinn, X og LMB og Ekki málið og þetta, þar sem að hefur oft tekist að mínum mati að flytja verk sem eru frekar intím nálægt áhorfendum, en það tekst ekki alltaf. En það það sem við reynum, en hins vegar þá þetta allt öðruvísi samband milli áhorfenda og leikara í þessum verkum eða á litla sviðinu eins og til dæmis í Heim sko, af því við erum bara nær, við erum alveg með þeim. Það bara skynjar líkamsorkuna verður bara ofan í fólki. Já, og það kannski líka það sem svo spennandi við leikhúsið akkurat einmitt í dag og það sem það hefur fram yfir þessa risamiðla eins og kvikmyndir og annað, það þessi mikla nálægð og einmitt þetta eins og þú segir að finna orkuna á milli áhorfenda og engin sýningar eins af því að það eru mismunandi personur í salnum. Áhorfendur hafa svo mikil áhrif á leikarana líka, þannig að það það sem svo skemmtilegt og spennandi. Eini staðurinn sem eftir það sem við slokkum á símanum. Já, einmitt. Akkurat. Þegar þú nefndir þríleikinn, ég spurði ekkert að þessu í óperuhúsum og þá oft þannig að það eru bara 2 nýjar uppfærslur, svo bara keyrt á gömlum og ég var að spyrja eitthvað eins og Bjáni, eins og ég spyr oft Akkur ekki teknar upp svona bara gamla sýningar og ég meina, myndi þér nokkuð munum að taka þríleikinn í 3 skipti svona páskana svo að ég næði að sjá hana því ég misti á hana sín tíma? Ég búin að berjast fyrir þessu í mörg ár. Já, ég skildi ekki, akkur ekki að taka upp gamla sýningar. Þetta gert í leikhúsum út allt en við erum með leikhússtjóran Þetta bara geymslu erfiðleika. Já, það ætlar að segja að það hent leikmyndinni? Ég nú ekki alveg viss, nei, ekki endilegur þríleiknum, sko, en til dæmis Frost, bara sko, Þjóðleikhúsið gamalt leikhús, það verður 75 ára á þessu ári og frábært leikhús, bara svið og salur og sambandið þarna milli algjörlega stórkostlegt og eitt af betri leikhúsum sem ég hef farið í þó ég hef farið í mörg, bara af því að þetta allt í svo réttum hlutvöllum. Vandamál hins vegar hliðasvið og baksvið og tækniaðstaða, hún mjög þröng í Þjóðleikhúsinu. Þráttur að vera byggt við? Já, og til dæmis bara í samburði við hitt stóra leikhúsið hérna, Borgarleikhúsið, segi ég þekki ágætlega líka, að þá bara, það svo þröngt allt að við höfum svo lítið pláss til að geyma leikmyndir og þess að þar, og þetta þetta óskup leitt af því að leið og maður hefur meira hliðasvið og baksvið þá aukast möguleikarnir og alls konar svona geymslum og þess að þar. Og vera með margar sýningar í gangi einu, líklega? Já, þú veist að þetta þrengir að og þess vegna þurfum við oft í Þjóðleikhúsinu að hætta með sýningar og losa okkur við leikmyndirna, bara koma þeim út úr húsi bara til að næsta komist inn og til dæmis með Frost sem dæmi sem stór og mikil, það var ákveð að leggja mikið í hana og hún gekk afskaplega vel. En hún bara varð að hætta áður en að leikmyndin fyrir Storm sem við erum að frumsýna núna eftir 3 vikur sem nýr söngleikur kæmi inn í húsið. Þannig að það svona bara konkrét praktískar ástæði fyrir að það ekki hægt að vera með margar sýningar í einu en svo spila líka inn í þetta sko, En í þríleiknum var þetta ekki bara einhver eitt sófi og eitthvað? Já, það var ekki mjög mikið leikmynd en það var nú svolítið meira, það var pallur sem að keyrðist áfram og svona en samt sem áður þá það leikmynd sem þarf að geyma en svo til viðbóta við það þá kallar þetta á svolítið breytt fyrirkomulag ef menn ætla að reka leikhús eins og gert eða í Þýskalandi, það mikið þar að sýning sé bara sýnd einu sinni í mánuði og svo kannski hvíl hún og komi aftur eftir einhverja ár og svona sem ekki gert í Bretlandi til dæmis eða í mörgum öðrum löndum og alls ekki hér að það líka mikil kostnaður við að æfa sýningar upp og leikara þurfa, þetta ekki bara þú ert með harðan disk hérna uppi sko og þú ert með sýninguna ef það mikil texti þá hún hér og getur kannski ekki geymt hann í mörg ár þá þarftu bara svo mikla vinnu að rifja upp sko en oft hugsum við að væri nú gaman að geta tekið upp
góða sýningar sem að við áttum sko. Já, við hrafnildurum á því að þið ekki að meira því. Já, ég held að það væri alveg spennandi upp að einhverju marki en svo auðvitað þarf leikhúsi líka að vera bara síbreytilegt og við þurfum að koma með nógu mikið af nýju og leið og við værum að fylla sviðið af gömlum sýningum að þá hætt við þetta breytist í þjóðminjasafn frekar en lifandi leikhús sem að taka á málum líðandi stundar. Já, en allt gott í bland. Nákvæmlega. Herðu, íslensk leikritun, það þið eru með slatta af nýjum verkum í vetur? Já, það hefur nú verið svona línan hjá okkur síðustu ár að leggja höfuð áherslu á nýja íslenska leikritun og erum afskaplega stolt af því að frumsýna þó nokkuð mörg verk á hverju ári sem eru eftir nýja eða eldri íslenska höfunda og Heim er eitt af okkar helstu verkum þetta árið en það eru fjölmörg önnur sem hafa verið frumsýnd og verða frumsýnd og ég var nú til dæmis í dag bara á samlestri á 2 nýjum íslensku barnaleikritum sem hefur verið að æfa fyrir sikkorn aldurshópin, Blómin á þakinu annars vegar og Orri óstöðandi hins vegar og svo eru bara tæpa 3 vikur í frumsýningu á Stormi sem er nýr íslensku söngleikur eftir Unni Ösp og Unu Torfadóttur þannig að það er mikill kraftur og mikið að gerast í frumsköpuninni. Og vill fólk íslenska framleiðslu? Já, gjarnan sko. Það er áhorfendur að hafa í þeim undanfarin ár verið mjög opnir fyrir því og vilja það gjarnan. En svo auðvitað getur líka verið fáum við oft spennandi ný erlendverk sem eða klassík sem við setjum á svið og síðan er þetta að fara eða Disney þess áttar eða erlenda söngleiki af einhverju tagi sko. En síðan þetta var gaman líka að fá Marius von Mayenburg sem er nú eitt af fremstu leikskáldum heims til þess að frumflytja sín verk hér það hefur nú ekki gerst áður en það var afskaplega gaman þegar við gerðum það. Er hægt að lesa í það hvað íslensk leikskáld er að fjalla um? Þeir eru að fjalla um alls konar. Maður myndi spyrja sko jólabókarflóðið hvað eru íslenska bókmyndir? Þetta er kannski frekli spurning en er hægt að merkja það einhvern veginn? Það er nú mjög fjölbreytt, hvað myndir þú segja? Leikskáld gera öðruvísi heldur en kannski er þetta að spyrja þig að þú ert að reyna að búa til svona formið, klassíska form. Já, ég er nú búin að vera dramatúrg núna í 8 eða 9 ár í báðum leikhúsunum og mér finnst vera svona uppsveifla núna í íslenski leikritun og sem er mjög gaman. Ungir höfundar sem er að stíga fram sem er að skrifa mjög áhugaverð verk og þeir eru auðvitað að skrifa bara út frá sér og sínum samtíma og svo leikhúsið á að vera, ég menna það fjallar um sinn samtíma yfirleitt og það eru margir spennandi höfundar sem er að skrifa ný leikrit þó að séu auðvitað ekki eins margir og skáldsagna höfundar. Þetta var voða seint í gang, voru bara einstaka sem voru að skrifa, Jökull og eitthvað svo kannski Birgir Sigurðsson og Guðmundur Steinsson og ég man að þegar verkið þitt fyrst að það sýnt að þá voru allir bara hissa hvað þetta væri þroskaverk sem að kæmi kannski viðbröðið að þú veist þessu íslenska leikritagerðin væri bara hálfgerðum brauðfótum en það er náttúrulega svolítið annað núna, miklu fleiri og þá er þetta spöðflýttur að vera þá að leikhúsið var ekki gott á sínu tíma í því að fóstra leikskáldin. Já, ég held að þetta sé það er náttúrulega skortur og hefð sko í leikritun ég meina við erum með miklu eldri hefð hvað var það skáldsagna gerð þannig að ég man þegar ég var að byrja þá auðvitað var maður að lesa þessa helstu höfunda Birgir Sigurðsson og Jökull og Svöfu og Jóhann Sigurjónsson en svona maður þurfti að leita dálítið mikið til útlanda og lesa erlenda höfunda svona til þess að fá inspirasjón sem er kannski aðeins öðruvísi fyrir unga skáldsagna þeir hafa svo sterka hefð að standa á sko. En ef við færum yfir íslensk verk færum bara 40-50 ára til tíman að þá er líklega leikgerðir á bókum sko 70% af sýningunum alveg örglega ef við myndum til að sýningarnar sko því að það eru margar af þeim sýningum gengu
Djöflæjan, Englar Alefsins, allur Laxness þegar Þórbergur var settur upp í Iðin, var ekki niður í Iðin? Jú, Ofvitinn. Já, Ofvitinn. Hans Kjartans. Hvað, gekk það ekki 2 ár eða eitthvað? Jú, það gekk rosalega vel. Var ótrúlega flott og eftirminnilega sýning. Já, og það meira að segja svoleiðis í Borgarleikhúsinu núna Ungfrú Ísland. Akkurat. Já, þannig þetta ennþá... Já, þetta ábyggilega langstæðsti hlutin af íslenskum uppfærslum eru bækur settur á svið. Já, það hefur verið í gegnum tíðina mjög mikið það og alveg ennþá og eftirspurn í áhorfendum eftir því, maður finnur það alveg, en það líka eftir nýju frumsömdu efni og ekki síður. En hins vegar þá held ég að svona ef maður horfir á þetta í sögulegu samhengi þá bara verið að sviðsetja fleiri ný íslensk verk núna en oftast áður gegnum tíðina og það þetta bara ákvörðun hjá leikhúsunum á hvað þau ætla að leggja áherslu og eins og Þjóðleikhúsið við höfum mikla skyldur og erum að sinna öllu en í mismunandi hlutföllum og það ákvörðun að leggja höfuðáherslu á frumsköpun. Ákvörðun af því að þú telur það muni gangu upp. Já, bara ákvörðun að ef áhorfendur vildi þetta ekki, þá myndir ekki taka þessu ákvörðun. Nei, en við erum ekki að taka ákvörðun bara út frá því að því hlutverk Þjóðleikhússins víðar en það. Ef við ætlum bara að segja hvað vilja áhorfendur sjá, þá væri sennilega auðveldari leið að velja bara verk sem hafa verið sannreynd erlendis. Það auðveldara. Það alltaf meiri áhætta að vera í frumsköpun. En það þarf auðvitað að horfa til hlutverksins í svolítið víðara samhengi og eitt af hlutverkunum bara rækt íslenska leikritun en annað að segja sögur sem eiga erindi í dag og hreyfa við einhverju málum og breyta einhverju og þá getur verið áhrifaríkt að fara í frumsköpun þannig að við getum unnið út frá okkar samfélagi og okkar samtíma frekar en að taka eitthvað tilbúð erlendis frá þó að það geti líka oft virkað sko en það þeimst að hefur verið ákvörðun hjá okkur að leggja höfuðáherslu á frumsköpun innlenda. Ég hef allavega tilfengunni en ég tók það fram áðan að ég mjög svona sveiflóttur áhorfandi að það sé meira af íslensku verku núna svona undanferðin 2 ár heldur en bara að mann svo eftir í fljótu bragði. Já, það bara rétt hjá þér held ég. Og líka svona kemur manni oftar óvart hvað eru vel gerð Sammála því að kannski að því að maður var að fara fyrir 20-25 árum og þá var svona ójafnvægi mitt líka meira af jafnvægi í sýningun núna fyrir svona 30-40 árum þá var oft ójafnvægi í leikópnum og það svona meiri fagmennska og það tekið því bara ég meina Sinfónía var að spila Maler 9 daginn og Sinfónían hefði ekki ráðið við það fyrir 25 árum það bara komið meiri fagmennska Akkurat Það hefur verið mikil áhersla á íslenska leikritun alveg frá núna bara í 9-10 ár alveg frá því að Kristín Eysteins og þú náttúrulega varst á undan henni í Borgarleikhúsinu hún lagði mikla áherslu á íslenska leikritun og þú á undan henni auðvitað og ég var dramatúrg með Kristínu og svona hafði yfir umsjón með leikrituninni á meðan ég var í Borgarleikhúsinu þannig að það hefur markvisst verið unnið í þessu og það náttúrulega skilar árangri. Ég setti mér það takmark þegar ég byrjaði í Borgarleikhúsinu fyrir 9 árum síðan að koma leikskáldi út fyrir landsteinana því mér fannst skrítið að við náttúrulega eigum listamenn í öllum listgreinum sem að gera það gott erlendis og mér fannst einhvern veginn ekki mér fannst það mjög skrítið að við ættum ekki leikskáld sem að gætu ferðast þannig að og ég vissi frá minni reynslu sem höfundur að það þarf að fylgja fólki eftir þannig að þegar ég sá svona tald eins og Tyrfing Tyrfingsson þá hugsaði ég það verður að fylgja honum eftir það verður að styðja við og ekki bara setja upp 1 verk og ekki 2 heldur fleiri þannig að hann geti þróast og fólk geti þróast sem höfundar af því það hefur stundum brunni við í íslenskri leiklistasögu og leikritunasögu að það koma fram höfundar sem kannski skrifa gott verk og svo verður næsta verk ekki eins gott og þá eru þeir afgreiddir og ekki sett upp eftir þá
Þannig önnur bók og önnur plata hljómsveitar yfirleitt þykja lagari. Já. Þetta þröskuldur sem allir listamenn gangi í einum. Það málið og það þarf að styðja. Þeir geti gengið að því vísu í annari plötunni og leggja ekki nógu mikið á sig og fá sjokk. Já, það þarf að styðja við fólk jafnvel þó að það gangi ekki alltaf vel, sko. Þannig að það mjög mikilvægt að því að menn læri ekki nema þeir megi og geti misti í sig. Þannig að þetta fannst mér mjög mikilvægt og nú eigum við höfundar sem að ferðast eins og Tyrfingur að vera meira að gefa nút að bók í Frakklandi og víðar. Þannig að hann í rauninni afrakstur þessara stefnu sem verið hefur í nokkuð mörg ár í báðum leikhúsunum. Og það sko, það svo mikilvægt nefnilega að sína úthald í þessu og styðja við eins og Hrafnhildur að lýsa. Og til þess meðal annars erum við með stofnanleikhús, þjóðleikhús og borgarleikhús njóta opinbers stuðnings. Það til þess að þora og taka áhættur en ekki bara Nú byrju á ekki að áhættan að vera tekin í grasrótinni í listamannareknum rýmum út í bæ. Líka. Sem orðið vandamál, það kemur líka ofta sögu hér að þeim hefur fækkað. Rýmunum? Já, sannarlega. Það Tjarnabíó eiginlega annar ekki því sem er lagt á það. Gablararleikhúsið misti sitt húsnæði og það eru fleiri svona dæmi. Og það líka að segja mér yngra fólk sko að það er ekki hægt að komast inn einstaðar og þá eru menn með í gamla daga þá var þetta suða út að vera ég nefndi Djöflaugin á þann sem var sett upp í einhverju skemmu. Já, það var í Bragga þannig að það var hægt ýmislegt þannig en núna það er allt húsnæði orðið svo verðmikið í túristabólunni að sko listamenn komast hvergi inni og það er eiginlega hvergi listamann að reykja rými þetta er vandamál í tónlistinni þar sem við höfum kannski salinni í Hörpu en svo vantar kannski, þú veist 700 mannasali og 400 mannasali og 200 mannasali og 50 mannasali til þess að fóðra þetta stóra og sömuleyti þessi staða mögulega í leiklistinni líka. Sannarlega og það er alveg staðreynd að höfuðborgarsvæði hefur verið að stækka og íbúafjöldi landsins auðvitað en á sama tíma hefur rýmunum til sýningahalds ekki fjölgað heldur þvertumóti hefur þeim fækkað og þetta eru auðvitað alvarleg staða sem þarf að bregðast við en hins vegar sem betur fer að það er mikið að gerast í stóru leikhúsunum en líka í sjálfstæðu seninni þrátt fyrir þetta og það er meðal leikskálda en líka bara sviðslista fólks á breiðum grunni og það sem er að gerast niður í Tjarnabíói og í Listaháskólanum þar er að koma alveg frábærir árgangar núna þessi árin af ungu listafólki. Það eru 3 frumsýningar á óperu utan stofnananna sem hefur aldrei gerst áður. Nei, það er alveg frábært. Bara á síðustu 4 mánuðum held ég. 3 frumsýningar á óperu, hver er það trúið þessu? Já, en þetta er nefnilega gott dæmi Geira það sem það er bara rosalega gróska og gerjun og verið að flytja óperur á íslensku sem var mjög fátítt hérna áður og frumflytja óperur og ótrúlega skemmtilegt og spennandi og þannig að þetta er lifandi. Eitt sem að því að var að rukka þau að setja upp eldri sýningar annað sem að netið svolítið breytir að ég geti verið áskrifandi að þjónustu og sest og hlustað á tónleika Fílharmóníunnar í Berlín. Ég get líka farið og hort á National Theatre í Regnboganum og Metropolitan í Sambíónum og akkur ekki meira gert að þessu að taka upp sýningar og senda þér út. Ég held þetta með í sjónvarpinu að þeir eru verið að senda út frá symfóníunni. Hvað er alltaf þessi margir sem eru að horfa á það með við þá sem eru á staðnum? Hvað eru margir? Margfalt fleiri. Það er bara, þú veist, þú kannski með eitt herbergi sem er félagsrýmið en svo ertu með útsendinga möguleikan og þá ertu bara með eitthvað allt annað. Akkur er ekki meira af þessu að þessu teknar upp sýningarnar? Þetta hefur aukist mjög mikið á síðustu árum og hvort sem þú lítur til leiksýninga eða sviðslistasýninga eða tónleika
og kannski ef við byrjum á tónleikunum að það gerðist nú í kringu COVID kannski aðalega að útsendingum frá sinfóníutónleikum fjölgaði sem stórkostlegt fyrir bara allar stóra sinfóníuhljómsveitir í heimi orðnar alveg frábærar í þessum útsendingum. Já, og ég meina þarna stækkar áhörðahópur sinfóníunar margfalt bara og allir landsmenn hafa aðgang að tónleikum sinfóníunar og að sama gerist þegar leiksýningum sjónvarpað. Sjónvarsútsendingar, leiksýningar eru svolítið flóknari en tónleika útsendingar bara vegna þess að það flóknara að ná réttum vinklum og svo leiðist. Það fleiri myndavélar og meiri myndvislu og þetta Það leika sér að þessu óperu sem alveg aftlókið. Já, þeir leika sér nú ekki að því. Þeir eru ansi góðir í því. Já, mjög og upplifum á því að horfa á slíka upptöku það er bara, þetta er svolítið annað. Það er stórkostlegt og oft á tíðum það bara ekki síður að horfa á góða útsendingu af óperu Metropolitan en að mæta á staðinn. En það kostar svakalega peninga en á síðustu árum hefur þessum útsendingu fjölgað mjög og RÚV hefur kannski verið í farabróti þó að sjálfstæðu stöðvarnar sín og síminn hafi líka gert það og það hefur verið í samstarfi við leikhúsin og ég veit í það minnst hvað þjóðleikhúsi varðar að við erum alltaf að leita færis á því að taka sýningar sem að henta til útsendingar taka þær á þann vettvang og þá í samstarfi við RÚV. Ég meina sýningu sem að hendar mjög vel í það. Þannig að hárrétt. og RÚV hefur staðið sér mjög vel í þessu og þetta er orðið miklu algengar en það var en ég myndi fagna því að það getur verið enn oftar. Og við finnum það alveg þegar við gerum þetta að við fáum gríðarleg viðbrögð og bara og það gerist það sama hjá okkur og sinfóníunni, áhorfendahópurinn margfaldast. Þannig að það er sannarlega eitthvað sem við viljum gera. Herðu, Magnús og Hrafnhildur, takk fyrir að koma hingað að ræða heim og svo heim og geima eins og Ég notaði nú tækja vera þegar ég var þjóðleikustjóri hérna að spyrja svona vímislega sem það tengdist í. Herðu, kærar þakkir. Takk fyrir. Við sitjum hérna áfram við rauðaborðið að reyna að skilja samfélagi sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum.